Fogg og þjónn hans Passepartout voru á leið umhverfis jörðina á 80 dögum. Þeir höfðu gist í Silver City og stóðu nú við brunarústir eina gistuhússins í bænum. Hvar getið fengið að hvíla okkur örlítið lengur, spurði Fogg, veitingamanni sem satt hnugginn við rústir gistuhússins. Spurði mig ekki að því, stundan. Sjáuð ekki að ég hef tapað aleigunni. Nú gekk lögreglustjórinn til þeirra og sagði: Þið getið fengið að gista hjá mér? Það var fallega boðið, sagði Passepartout. Þeir fylgdu lögreglustjóranum til skrifstofu hans. Þeim til mikillar undrunar opnaði hann dyrnar á fangaklefanum og bauð þeim inn fyrir. Gjörið þér svo vel, herrar mínir, og látið fara vel ykkur. Fogg og Passepartout var litið á fjalabekkina í klefanum. Þetta nú samt betra en að sofa á gólfinu, sagði Fogg, og þeir félagar gengu inn í klefan. Þeim til mikillar undrunar skellti lögreglustjórinn í lás á eftir þeim. Ha 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 ha, mér hefur aldrei veist jafn auðvelt að handsama 2 glæpamenn, sagði hann sigri hrósandi. Hvað þá? Hvaða glæpamenn? Spurði herra Fogg. Opnaðu til eins, æpti Passepartout. Ég held nú síður. Svona brennuvargar eins og þið eru best geymdir á bak við lás og slá, sagði lögreglustjórinn og gekk í burt. Í svona krummaskuð allir ókunni grunaður græsku, sagði Passepartout. Brennuvargar, ekki nema það þó. Lögreglustjórinn sneri aftur til brunarústana og hitti þar fiðrildaveðarann Páfugl prófessor. Ég var einmitt að loka sökudólgana inn í fangaklefa, sagði lögreglustjórinn stoltur. En þú þarft að koma við á skrifstofunni, prófessor, og gefa skýrslu yfir glataða muni. Tóðast að gera það strax, sagði prófessorinn og fylgdi lögreglustjóraninn til skrifstofu hans. Páfugl prófessor, hrópaði Passepartout en hann kom auga á fiðrildaveðarann. Kæri vinur, sagði prófessorinn og rétt honum höndina í gegnum rimlana. Þú kannast þá við brennuvargana, sagði lögreglustjórinn og var ekki lengur viss í sinni sök. Annar þeirra bjargaði lífi mínu í eldsvoðanum, auk þess þetta mjög þekktir ferðalangar frá Englandi. Hann dró upp blaða úr klippúasa sínu og sýndi lögreglustjóranum mynd af Fogg og Passepartout. Ég veðjaði sjálfur 100 pundum að þeir kæmust til Lundúna í tæka tíð, bætti hann svo við. Lögreglustjórinn brást agndofa við þessum tíðindum og flýtti sér að opna klefadirnar. Ferðalangarnir þökkuðu Páfugli prófessor fyrir hjálpina. Þeim var mikið í mun að komast eins fljótt og uppværi frá þessum ógjastrisna bæ. Phileas Fogg og þjónn hans Passepartout lögðu strax af stað og ferð þeirra gekk nokkurn veginn klakklaust þar til þeir komu að ógreiðfæri eyðimörk. Fogg leit á landabréfið. Við eigum ekki annars úrkosti en að reyna að komast yfir hana, sagði hann. Svo langt sem augað eygði var hvergi neitt að sjá nema sandfláka. Sól skein í heiði og svitinn bogaði brátt að ferðalöngunum. Þeir höfðu farið langan veg þeir komu auga á fyrstu kaktusana. Þeir vöktu með þeim vonir að brátt væri ferðalagðir yfir eyðimörkin á enda. Þeir veittu sér því þann munað að drekka síðasta vatnssopann. Þeir héldu áfram í heila klukkustund án þess að nokkuð nýtt væri fyrir augu. Passepartout fann aftur til þorsta en sagði ekki neitt. Skyndilega stöðvaði Fogg vagninn og benti fram fyrir sig. Var þetta ekki sami kaktusinn og þeir fóru fram hjá rétt á það? Þeir hafðu farið í hring. Framundan lágu þeirra eigin vagnför. Þetta má ekki henda okkur aftur, sagði Fogg. Ég legg til að þú bíðir hér hjá hestinum á meðan ég held í austur. Passepartout samþykkti það. Fogg reif síður úr minnisbókinu og merkti kaktusuna með þeim til að verða ekki áttaviltur á ný. Passepartout settist niður í skugga vagnsins og blundaði. Hann dreymdi að hann stæði hjá stórum klettu og út úr berginu stóð buna af tæru vatni. Hann vissi ekki að í sömu andrá hafði Fogg fundið sléttuna sem hann leitaði að. Framundan sá hann nautgripabú og eiginlega póststöð. Fogg festi síðustu síðurnar úr minnisbókina á runna. Öryggið fyrir öllu, þautaði hann fyrir munni sér og svo snér hann aftur til Passepartout. Fannstu klett
með tæru uppsprettu vatni? Spurði Passepartout ákafur en Fogg kom tilbaka. Þú hlýtur að hafa fengið sólsting, sagði Fogg hlæjandi. Svo sagði hann Passepartout frá uppgötvun sinni. Passepartout var himinlifandi og þeir héldu ferð sinni áfram. Þeir komu brátt að bílinu og póststöðinni. Póstafgreiðslumaðurinn var vanur heimsóknum dauðþyrstra ferðalanga. Hann var ekki seinn á sér að fylla 2 fötur af vatni. Hann færiði hestinum aðra vatnsfötuna en ferðalöngunum hina. Passepartout sagði herra Fogg að súpa á undan sér úr fötunni. Það var í fyrsta sinn sem hann hafði séð hefðarmann drekka vatn úr fötu. En Fogg fannst að hann hefði aldrei bragðað jafn undursamlegan drykk. Póstafgreiðslumaðurinn bauð þeim að gista, en næsta dag gátu þeir tekið sér far með póstvagninum til Omaha. Þeir urðu nú að skilja við trygga hestin þeirra sem hafði þjónað þeim á svo mikilli trúmennsku. Fogg og Passepartout báðu póstafgreiðslumanninn að gæta hestsins vel. Síðan stigu þeir upp í póstvagnin. Með honum voru ekki aðrir farþegar. Passepartout leit tilbaka með tárin í augunum. Mikið reyndist þessi hestur okkur vel. Fogg fékk sér blund, en Passepartout horfði út gluggann. Skyndilega stöðvaðist vagnin með svo miklum rykk að þeir félagar duttu úr sætum sínum og farangurinn hrundi niður. Vagnstjórinn hlaut að hafa togað í tauminn af öllum kröftum. Mætti ég biðja þig að fjarlægja bífurnar úr fanginu á mér, sagði Fogg. Alveg sjálfsagt, sagði Passepartout, ef þú vilt gjöra svo vel að fjarlægja hendur þínar að maganum á mér. Þeir komust loks á fætur og stigu út úr vagninum. Þar biðu þeir að 2 skuggalegir menn á hestbaki. Hvað að vera? Spurði Fogg vagnstjóran. Þetta eru ræningjar, sagði hann rólega. Hvað tökum við nú til bragðs? Spurði Passepartout og horfði angistar fullur á ræningjana. Hafið engar áhyggjur, sagði vagnstjórinn. Það yfirleitt ráðist á okkur í hverri ferð. Takið þessu rólega, það eina ráðið. Ræningjarnir voru orðnir óþolinmóðir og skutu viðurum og skotum úr byssum sínum. Þetta alltaf sama sagan, sagði vagnstjórinn. Þeir vilja fá peninga en við látum sem við skiljum þá ekki. Mig ekki skilja, sagði Fogg við ræningjana. Passepartout þóttist aftur á móti skilja hvað þeir vildu og réttu öðrum ræningjanum vatnsflöskuna. Ræningin vildi ekki sjá vatnið og skók hnefan framan í Passepartout. Nú þóttist Fogg skilja hvert erindið var. Hann kinkaði kolli og hvarf inn í vagnin. Ræningjarnir höfðu góðar gætur á honum. Þegar Fogg birtist aftur með brauðbita urðu þeir öskureiðir. Þeir rífu af sér hattana, hentu þeim í sandinn, stigu svo að baki og tróðu á höttunum, bölvandi og ragnandi. Jæja, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af þeim, sagði vagnstjórinn, og stígu nú borð. Fogg og Passepartout lét ekki segja sér það tvisvar. Þeir flýttu sér upp í vagnin, en ræningjarnir héldu áfram að skeita skapi sína á höttunum. Þeir virtust alveg hafa gleymt því að þeir höfðu hugsað sér að ræna póstvagnin.